Hlutverk VIRK að efla starfsgetu einstaklinga með heilsubrest sem stefna að aukinni þátttöku og virkni á vinnumarkaði. Til að útskýra betur hvernig starfið virkar ætlum að segja sögu tveggja þjónustuþega VIRK. Þetta eru ekki dæmi flóknustu tilfellin sem VIRK hefur tekist á við, en ekki heldur þau auðveldustu. Blær og Logn hafa bæði dottið út af vinnumarkaði. Blær hefur einangrað sig frá samfélaginu vegna þunglyndis og félagskvíða. Logn glímir við bakmeiðsli eftir bílslys auk svefnerfiðleika, orkuleysis og sjúklegrar streitu. Til að eiga rétt á þjónustu hjá VIRK þarf vottaður heilsubrestur að vera fyrir hendi. Blær og Logn leita því bæði til læknis sem að vel athuguðu máli sendi beiðni starfsendurhæfingu til VIRK fyrir þau. Eftir að beiðnin send inn næsta skrefið hjá Blæ og Logni að svara spurningalista á mínum síðum VIRK. Þegar listanum hefur verið svarað, fer inntökuteymi yfir svörin og beiðnina og tekur afstöðu til þess hvort starfsendurhæfing nýtist þeim á þessum tímapunkti. Matið getur tekið einhvern tíma, en niðurstaðan í tilfellum þeirra beggja að starfsendurhæfing sé raunhæfur kostur. Þeim í framhaldinu boðið á kynningafund hjá VIRK fyrir þau sem að hefja starfsendurhæfingu. Ef starfsendurhæfing ekki talin raunhæf á þessum tímapunkti, þá fær einstaklingur og læknir viðkomandi skilaboð þess efnis. Svörin frá Blæ og Logni við spurningalistanum nýtast ráðgjafa þeirra við að leggja til áherslur í starfsendurhæfingu og hvaða úrræði hendi best til að vinna með heilsubrestin til að auka starfsgetu. Þá fyrsta viðtalið hjá ráðgjafa bókað. Á meðan beðið eftir því viðtali mikilvægt að vera eins VIRK í sínu daglega lífi og heilsan leyfir. Ráðgjafar VIRK eru sérfræðingar í starfsendurhæfingu sem fylgja þjónustuþegum allan ferilinn og hvetja þau áfram. Í fyrstu viðtölum sínum gera Blær og Logn og ráðgjafar þeirra áætlun endurkomu á vinnumarkað út frá tillögum inntökuteymis og upplýsinga úr beiðni læknis. Næsta skref að panta viðeigandi úrræði hjá þjónustuaðilum eða starfsendurhæfingastöð í samræmi við áætlunina. VIRK á í góðu samstarfi við fjölda þjónustuaðila land allt kaup á þjónustu fyrir einstaklinga í starfsendurhæfingu. Ákveðið að Blær byrji í hópmeðferð félagskvíða, fái tíma hjá sálfræðingi og kort í líkamsrækt. Logn byrjar meðferð hjá sjúkraþjálfara og gengur í æfingahóp fyrir bakveika. Fær hjálp við að takast á við svefnvandamál, fer á streitustjórnunarnámskeið og lærir núvitund. Ráðgjafar þeirra hitta þau reglulega og skoða næstu skref, hvort þurfa að uppfæra eða breyta áætluninni. Blær og Logn eru áfram virkir þáttakendur í ferlinu og hafa áhrif á framvinduna. Eftir 6 mánuði staðan tekin með Logn og stefnan sett á stigvaxandi endurkomu í fyrra starf. Logn snýr aftur í 50% starfshlutfall 3 mánuðum seinna og nær fullu starfshlutfalli árið eftir að endurhæfing hófst. Þegar staðan hjá Blæ metin eftir 4 mánuði ljóst að allt á réttri leið og fleiri sálfræðitíma ekki þörf. Við taka sjálfseflandi námskeið og vinnusmiðja hjá VIRK þar sem gerð ferilskrár og kynningabréfs kennd. Með hjálp atvinnulífstengils fær Blær vinnu í íþróttahúsi, útskrifast í 100% starfshlutfall 9 mánuðum eftir að starfsendurhæfing hófst og stefnir á iðnnám í framtíðinni. VIRK umhugað að þjónusta á sviði starfsendurhæfingar skili sem bestum árangri til framtíðar og því haft samband við þjónustuþega eftir lok þjónustu til að afla upplýsinga. Þessar upplýsingar einungis notaðar við tölfræðilega úrvinnslu á árangri þjónustunar og ekki í öðrum tilgangi. Við minnum á gagnleg ráð og góðar ábendingar fyrir þau sem að huga að endurkomu til vinnu á virk.is og velvirk.is. Með markvissri uppbyggingu og sérfræðiaðstoð skilar VIRK sterkari einstaklingum út á vinnumarkaðinn.